Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík. Þáttinn þar sem við tölum við fólk sem yfirleitt ekki fær mikið pláss í meginstraums fjölmiðlum. Í dag eru hjá okkur, í dag með mér hún Laufey Ólafsdóttir, ég sjálfur heiti Danni og hjá henni Laufey stattur hann Bjartmar Leósson, oft kallaður hjólakvíslarinn. Og hann maður sem stofnaði síðu á Facebook sem heitir Hjóladót, tapað, fundið, stolið og hann hefur mikla reynslu af því að finna og skila reiðhjólum í borginni. Góðan daginn. Daginn. Heyri, ég kannski bara tek við að þér, Danni, takk. Já, Bjartmar, þú kannski byrjar að segja mér aðeins hver var hugmyndin að því að þú byrjaðir á þessu? Er þetta eitthvað sem þú varst búin að vera að lengi eða? Þetta byrjaði síðasta sumar, þá að við leiðum fram hjá háspennu við Hlemm og ég sé að það eru 3 splunkunni hjól inn í Andriði og öll með eitthvað svona hræjódýra tækerlása hangandi á stýrinu. Það er svona svolítið óvinnilegt sko, ef þú kaupir flott og fínt hjól þá ertu ekkert að fara í tæker að kaupa þér lás sko. Það er svona svolítið óvinnlegt og bara long story short, þetta voru allt stólin hjól, eitt hafði verið keypt fyrir 8 dögum og ég stoppaði mennina sem voru með þetta og löggan kom og einn eigandi eins hjólsins kom og stellnúmerið passaði og næsta hjól komst til skila daginn eftir og það þriðja nokkrum dögum seinna og út frá því fór ég að hugsa bara, svona vissum stöðum í bænum er ég að sjá svolítið fín hjól og þetta eru svona staðir þar sem er frekar svona óvenjulegt að sjá svona hjól í dýrari kantinum og hvað ég segja, okkar svona minnstu bræður í samfélaginu sem að er að bjarga sér bara fyrir næsta skammti oft eitthvað svona og þetta svona fór að spinnast út á því og áður en ég vissi var ég bara komin á bólakafi í þetta og þessi síða, það var annar sem að stofna þessa síðu en svo fór þessi síða alveg á flug þegar ég byrjaði að vasast í þessu. Því að þetta var bara svo mikið þetta hérna í bæ. Og verandi svona hjólanörd sko, ég get svona spottað þetta svolítið svona, þekki svona muninn á dýruhjóli og ódýruhjóli og svona, svona alls svona, hver er líklegur sem eigandi og hver er svona frekar ólíklegur sem eigandi. Og þannig að þetta byrjaði þannig. Já, þannig að þetta hefur verið svona blanda af áhuga og kannski svona smá slysni. Já, þetta bara svona óvart eitthvað databólukar í þetta. Held nefnilega einmitt að við höfum ranglega eignaðir að það var stofnað síðuna, þú sem gerðir það ekki. Nei. Við breytum því þá. Ekkert mál, en það er ekkert hissa að fólk haldi það. Já, akkurat. Mér langaði líka aðeins að vita, því að nú ert þú búin að vera, þetta er búin að vera svona, svona, hvað heitir það, borgaraleg vinna sem að þú ert búin að standa í raun og veru, eða svona, þjónusta, sem að þú hefur verið að standa í, hvernig hafa samskiptin verið til dæmis við lögregluna? Þau hafa bara verið góð sko, það er eitt sem að ég var farin að hitta ansi oft í afgreiðslunni sko, og stundum er svo mikið að gera það að þeir komast ekki afgreiðsluna strax og ég þurfti að bíða stundum alveg í 20 mínútur eða eitthvað. Og hann bara sagði mér, einföldum þetta bara, ég veit alveg að þú veist hvað þú ert að gera og þú bara ferð og rúlar hjólinu inn í port, tekur myndaði og sendir mér í tölvupósti og við höfum það bara þannig og þannig að þeir eru fann að þekkja mig svona lögurnar sko, að vita hvað ég er að gera og svona svo til dæmis daginn þá fundu þeir stolna vespu af því að hún var auglýst á síðunni hjá mér sko og ég held þeir séu farin að nýta sér síðuna og þetta er orðið þannig sko, fólk hefur sagt mér frá því að bara hjólum mínu á stólið, þið fór ekki á skýrslunni á lögstöð svo er mér bara bent á að tala við þig. Það er í raun og veru verið að varpa svolítið yfir á þig störfum Það mætti eiginlega segja það, en flestir af þeim lögum sem ég tala við lýsa þessu þannig að verkefnalistin er mikill, einhver talaði daginn bara fyrir nokkrum dögum síðan, löggar sem ég var að tala við, það eru 4.000 mál sem bíða rannsóknar hjá þeim,
4.000 mál sem bíða, þú veist. Já. Og og eins og önnur lögga sagði, sko, þú veist, hvað er ég að setja á vogarskálina? Við erum með heimilisofbeldismál hérna og svo stolið hjól, þú veist, svona forgangsröðin og svona. Og mér finnst svona, já, að þeir vilji alveg, sko, en einhvern veginn, það erfitt að snúa sér í þessu. Þannig eins og þeir þurfa alltaf að hafa sönnun, sko, fyrir því að hjólið sé stolið, þannig að ég get bara farið þarna, þú veist, að þessum stöðum og ég veit alveg að þessir ákveðnu aðilar eiga ekki þessi hjól. Og vinn bara út frá common sense bara, sem að þeir geta ekki. Já. Þeir þurfa að sanna þetta, þeir þurfa að vita þetta, sem búið að lýsa eftir þessu og svona. Já. Þannig að þú getur kannski gert meira í persónulegum kontakt. Já, akkurat, nákvæmlega. Og þannig að þetta er svona, það með lögguna, mér finnst samt að þeir gætu svona annars slagi gert svona skurki í þessu, kannski bara svona vorin eða eitthvað, þú veist, minna eins ásið í leiðinni, sko, þú veist, þeir gera svona alls svona átök. Ég lenti í 1 mánuðinn að þeir eru að fylgjast með bílbeltanotkun og það kostaði mig 10 skall. Bara þeir setja fókus á eitthvað eitt atriði í x tíma og það þarf ekkert svo svaklega mikið og þá kemur meiri pressa líka á þessi mál, sko. Þótt þeir geta ekki sinnt þessu af fullum krafti alltaf og þá væri alveg flott að þeir getu sett svona púður í þetta í einhvern dags tíma. Og en já. Þannig að þeir eru að vilja gerði, sko, en þeir sem ég hef talað við allavega, en bara hendur þeirra svolítið bundnar af ýmsum ástæðum, sko. Danni, þú vildir? Já, mér langaði að koma inn á spurningu að þú tala nú að yfirleitt sé þetta, hvað ég var að segja, okkar veikustu bræður í samfélaginu sem eru að taka þessi hjól. Hefurðu átt í einhverjum samskiptum við þessa menn þá, eða? Já, sko, í upphafi náttúrulega var ég alveg, já, hoppandi brjálæður, og reiður alveg að sjá þetta gerast til framan yfir mér þarna. Og en svo fljótlega bara áttaði með því að það náttúrulega skilar engu. Og ég fór bara vingast við þessa menn og eitt að til dæmis hann sótti fyrir mig eitt hjól. Ég sýndi honum á síðunni, sko, bara já, eins og þetta til dæmis, ég var stólið daginn og hann bara, býtum maður sjá. Já, þetta, já, ég veit hvað það er. Já, veistu hvað það er? Já, ok. Geturðu reddað þessu eitthvað? Já, þú veist, mér vantar alveg 5.000 skall. Ég bara, já, ok, ekki svo, 5.000 skall. Svo fór hann bara sótti hjólið fyrir mig. Svo var annað hjól sem ég sýndi honum mynd af. Og hann gat sagt mér svona, já, ég veit hvar þessu hjóli var stolið. Þannig að ég gat fundið eigandann. Og svona erum við að vinna svolítið svona saman. Bara, þú veist, og þessi drengur í fangelsi núna, með að heimsækja hann og bara styðja hann svolítið svona í rétta átt, skilur við. Og hann bara svona, að þykja svolítið vænt þessa stráka, sko. Þú veist, en fíknin bara harður húsbóndi, þú veist. Og þeir eru ekki með sjálfur sér, skilur við, þegar hún við völd, sko. Algjörlega. Já, það einmitt þessi málefni sem að þarf líka náttúrulega að taka svolítið á. Það náttúrulega bæði fíknimálefnin og svo náttúrulega bara málefni útigangsfólks og fleira. Já, algjörlega. Þannig að þetta hangir svolítið saman, þetta kannski svona, já. Einmitt, já, þetta er svolítið þannig að bara stór meirihluti af hjólum sem ég hef verið að endurheimta bara frá þessum hóp, sko. Og svo eitthvað aðeins í kringum það bara, þú veist, ég spotta kannski eitthvað á stolnu hjóli í bænum, þú veist, og skiptir mér eitthvað að því. En já, langstærsti hlutin er frá þessum hóp og þegar fólk er komið á þennan stað í lífinu, þá það bara þannig, þú veist, peningurinn sem þau fá mánaðamót, hann er bara fljótur að hverfa og svo það bara að redda næsta skammti og svona rúlar þetta. Eins og eitt sagði við mig bara, já, ég get alveg bara stólið fyrir 1.000.000 á mánuði, sko. Þannig að, þú veist, ég allir fyrir það að þessu fólki sé hjálpað og allt þetta, sko. En þarna erum við með mjög stórt vandamáli, til dæmis starfsfólki í gistiskýlunum má ekki skipta sér af þegar menn koma að það með þýfi. Þannig að fyrir utan sá ég til dæmis hjól sem var í gjaldgengt í Wow Cyclothon, hjól upp á 300.000+, sko. Og það má ekki skipta sér af því, en það veit allir hvað er í gangi, fattar ég. Og bara einn gaur að tala um að hann geti stólið fyrir 1.000.000 á mánuði. Þetta er bara einn gaur. Þannig að þetta, já, ég veit ekki hvort það skort eitthvað eftirlit eða eitthvað, ég veit ekki. En þarna verður til svolítið stórt vandamál. Mitt í þessu alls saman. Já,
og það líka gallinn að fólki sem að lendir í að missa hjólinn sín á þennan hátt, það náttúrulega ekkert endilega fólk sem á neitt mikla peninga heldur. Já, algjörlega. Þetta kannski aðlegan sem hefur farið í eitt svona grip og svo það farið. Akkurat. Svona svekkjandi, sko. Já, svekkjandi á alla kanta. Já, algjörlega. Svo þetta orðið svo mikið samgöngutæki líka núna, sko. Reiðhjól bara orðið næstum eins og bíl, sko, fyrir suma. Já. Og bara, magnaðasta dæmið með, ég fann eitt hjól við Gistiskýlið. Hjól sem að ef ég ætti þetta hjól og ætlaði að selja, ég myndi setja kannski svona max 15 skall á það, sko. Og svona gamalt. En gaurinn sem átti það, hann sagði við mig, sko, þetta er í fyrsta skipti sem ég á hjól sem ég fæ ekki bakverk af að hjóla því hann var gigtveikur, sko. Og þetta bara búið að redda öllu að eiga þetta hjól og svo það stolið. Og hann notaði þetta hjól gjörsamlega í allt, sko. Þetta reiðhjól bara púslaði saman deginum, þú veist. Nú þegar ég taka 2 strætó og það er allt orðið svo flókið og erfitt og svo finn ég hjólið og þegar hann fékk fréttir hann bara grét af gleði, sko. Þú veist, 15 svona hjól, skilur. Þannig að, hvað sem það er ódýrt eða dýrt eða, það er bara, þetta skiptir fólk máli. Okkur hefur verið tíðrætt almenningssamgöngur í þessum þætti oft á tíðum. Já, einmitt, akkurat. Við vitum alveg hvernig þær eru ekki alveg endilega hentugastar fyrir alla sem þurfa að nota þær. Akkurat, sko. Þannig að hjól náttúrulega bara mikið þarfaþing fyrir marga sem eiga ekki bíl. Reiðhjól var í gamla daga bara svona meira svona eins og eitthvað svona hobby-dót eitthvað. En nú þetta orðið svo miklu meira, fólk að keppa, það eru mjög keppnishjól bara frá 300.000 og upp úr. Eitt félagi minn sem að keppa, hann var með Racer upp á 1,7. Þú veist. En þú ert ekki að skella tækjarlása það? Nei, ég mæli ekki með því. Þannig að já. Það var kannski ágætt að koma inn á hvernig þú myndir mæla með að við tryggjum hjólin okkar betur. Já, einmitt. Sko, þetta með að hjólinn sé að hverfa svona, þetta svona, getur við sagt, margþætt vandamál og eitt þáttur af þessum vanda svo kallar víralásar. Það eru oft svona krullulaga einhvern veginn með svona tölum á og eru líka í svona eins og bara hringir, sko. En málið þetta eru víralásar og fyrir þá þarftu bara víraklippur og það eru það nettar að þær passa í rassása, bara, þú veist, það fer ekkert fyrir þessu. Menn geta verið að vappin bæinn með þetta bara í vasanum og sjá bara flott hjól með lélegan lás og bara klippa lásinn, jafnvel fyrir saman fullt af fólki, það tekur enginn eftir því og enginn að pæli. Þannig að víralásarnir, mér langar helst bara að sjá þá hætta í sölu, sko. Flestum sem hafa verið stolið eru út af víralásum. En það var bara málið að fá sér góðan lás. Það er til svona samanbrjótanlegir, svona járnlásar, svipað á tommustokkur, eins og brýtur hann saman bara. Já, ég sé svoleiðis. Foldable metal lock. Og svo til U-lás og einhverjir svona góðir keðjulásar líka. Mér finnst þessi samanbrjótanlegir svolítið sniður á mörgu leyti, það fer lítið fyrir honum og svona, svolítið sniður finnst mér á allan hátt. Og en hinnir vissulega líka. En bara fá lás sem að einfaldar víraklippur býta ekki á, þá ertu strax búin að snarminka líkurnar á að einhvern nenni að stela hjólinu. Umtalsvert öruggari. Já. Svo annað sem getur komið inn á, hjólageymslur, það er svolítið búið að vera að stela úr þeim, sko. Og þá getur talað fjölbýlishús og það er kannski íbúi eða gestur í þessu húsi sem að kemst inn í hjólageymsluna. Svo líka brotist inn í hjólageymslur og að geyma hjól í hjólageymslunum, það ætti helst bara að vera einhverja lykkjur eða eitthvað sem er hægt að læsa við eða eitthvað. Það er með fleiri en eitt hjól, læstu þeim saman og svona. Svo er þetta að tala við lásasmiði og fá svona bestu mögulegu læsinguna á útihurðina, þannig að þú getur ekki stungin inn á milli, sko, á milli stafs og hurðar, stinga bara vísakorti eða skrúðarni og ná að færa til pinnana sem að ganga inn. Já. Já, þú ert að tala um svona stálplötu sem fer þá þarna fram fyrir. Sko. Svo var eitt sem benti mér á, ef sílindirinn er útstæður, þá er þetta að læsa tönga og brjóta hann bara af. Þetta hefur verið að gerast. Hjólageymslur er ekkit öruggar, sko, alltaf. Mér langar að spyrja þessi, er þetta öll hverfi borgarinnar? Já, þetta er nefnilega málið að þetta er að gerast á ólíklegustu stöðum. Staðir þar sem að bara
enginn býst við einhvern veginn. Ég man sérstaklega eftir einu dæmi, það upp í Hafnarfirði, þetta í svona götu sem að bara engin umferðum nema það eru bara íbúarnir og og þar sníklaðist einhver inn í garð og sótti hjól, skilur. Svona stað sem svolítið svona út úr öllu, sko. Þar, of all places, sko. Þannig að þetta getur gerst eiginlega bara hvað sem sko. Nú maður sé líka því að ég hef nú aðeins fylgst með þessari síðu svona inn á milli, en að því að nú hefur oft fundið hjól og alveg með tíma. Maður sér bara frá þeim, þú veist, sem að postað fyrir klukkutíma einhverju auglýsættu hjóli og þú ert búin að finna það eftir. Maður sérstaklega eftir einu skipti þá var ég nýkomin upp úr Sundhöllinni bara eitthvað og sé bara að búið að stela hjóli og ég bara, nei maður, velti niður í kistiskili og þarna var það. Fundið. Og er ekki, er ekki eigendurnir hraðir þegar að... Mjög svo. Þetta, svo er það eitt af skemmtilegasta sem að ég lenti í, sko, það var stolið hjóli, svona 500.000 krónar, svona downhill hjóli, það var rifið út úr bíl og eigandi þess hjóls, hann svona þekkti nokkra sem að, eru búin að vera í eitthvað svona smá, eitthvað örugleik, sko, og spyr þá svona eitthvað og þeir ná að þefa uppi að það er eitthvað díler nýbúin að fá 500.000 krónar hjól upp í skuld og þar með lá hann undir grun og milli mín og þessa manns urðu oft svona snörporðaskipti og ég fór að heyra ýmislegt hann tæki við ýmsu sem greiðslu, sko, og oft reiðhjólum, sko. Svo gerist það alveg 8 mánuðum seinna, þá er hjólið stolið og stolið úr geymslu, bara húsið í miðbænum og eitthvað sagði mér ég ætti að fara að kíkja á þetta og leið að ég hugsaði þetta, það var bara, og hvað? Horfa á einhverja hurð sem einhver braust inn og hvað? Hvað ætlar að, þú veist? Þú ert ekkert eitthvað CSI að taka, það er hár sem ég get rannsakað, hann get DNA, nei, þú veist, hvað ætlar að finna út þessu? Það var eitthvað svona gut feeling, sko, þú skiljið þessar löggumyndir, ég var svo gut feeling. Og fer hann að kíkja á þetta, kemur í ljós að ég kíkja á þessa geymslu eitthvað og svo segir mann, svo flutt inn einhver svona frekar dúbíu skver fyrir nokkur síðan, ok. Og svo bara líða 5 mínútur og þá kemur bara gæinn sem er grunaður að hafa verið með hitthjólið, sko. Og ég búin að eiga í snerpum orðaskiptum við hann og svona, ég bara síðan kom inn og ég hvessa á hann augun, blessar, við erum að leita hjóli og bara svipurinn var, veit að þú ert með það, þú veist. Og einhver kona sem var með hrökkalegi kútu bara, hann steinþagnaði bara og gaurinn sagði að hann hafi séð þegar hann kom inn og sá mig, þá hafði hann brugðið svona, shit, þessi gaur. En kona sem var með allt í einu stekkur til og bara, sko, þú veist, oh my god, sko, vinur okkar var í heimsókn og svo fórum við í heimsókn til hans og þá var hann bara búinn að taka hjólið og bara, við skulum bara fara og sækja, við bara sækjum það, eitthvað, og eigandi hjólsins sagði bara, bara ég fá hjólið, bara það kemur engin lögga eða neitt og bara, við fórum þarna í næstu götu og sækjum hjólið og ég segi við hann að gaur, finn mynd af hinu hjólinu sem ég grunaði mjög sterklega að hann væri með, sýndi honum, við erum líka að leita þessu hjóli. Og hann segir svona við mig, sko, þetta hitt hjól sko, ég er með, ég veit hvað það er, og sagðist alltaf komaði til mín og vildi fá 40.000 fyrir, ég kinkaði bara kolli, ég var ekkert voðalega sammála því að fara að borga fyrir þetta, en svo bara planaði ég hitting og hann kemur með hjólið og ég þykist alltaf að hringja í eigandann, bara hringja í eigandann 1.000.000 sinnum, sko. Kom í ljós, hann var bara sofandi eftir langa vinnuvakt eitthvað. Og ég reyndi að hringja hann og segja hann bara, ég er að fara að hitta gaurinn sem er með hjólið, eitthvað. Og aldrei svaraði hann. Og svo bara segi gæjanum að hitta mig þarna klukkan þetta og svo kemur hann með hjólið og ég bara að spinna þetta fingur fram einhvern veginn og svo þegar ég ætla að hringja hans í hann, láta hann drífa sig og hringi bara í 112, sko. Ég get ekki sagt þetta þegar hann stóð við hliðina á mér. Bara lögreglan góðan daginn. Þetta er hann á planinu, hann hjá Austurbæjarskóla, hann að Barástíksmegin, þú verður að drífa þig. Hann er með hjólið, þú verður að drífa þig strax. Hvað er vandamálið? Bara, komdu núna, hvað er vandamálið? Hringir hann aftur, hvað er vandamálið? Komdu bara núna strax. Beið, þarna milli vonar og 8, sko. Ég valdi þennan stað því ég sá það var löggubíll að sinna umferðaróhappi eða bara rétt hjá. Svo loksins birtist hann og þá get ég útskýrt það fyrir þeim og
hann fekk engan 40 skall, hann fekk bara bíltúr í leigubílstæði. En allavega, þetta var ein helgi og samanlagt andvirði eitthvað rétt yfir 1 milljón kall. Ég líka bara, ég sveifa einhverju bleiku ský í marga daga eftir, sko. Skemmtilegt. Já, gaman að þessu. Já. Það var ofurheitin bara mætt. Já, maður. Bagman. Já. Og varst það mitt tilnefndur til sem manneskja ársins á nokkrum stöðum, það ekki fyrir? Jú, fyrir áramót. Þetta var DFF, Vísir og RÚV. Já. 10 manna eitthvað úrdög. Já. Já. Gaman að því. Alveg, já. Og bara gerði þetta allt saman meira áberandi, sem ég alveg frábært. Og jú, alveg pínur okkinni við þessu. Já, alveg nóg að vera tilnefndur, sko. Já, algjörlega, sko. Við hliðin á Helga Seljan og eitthvað bara, já, sæl. Blessaður. Gaman að þessu. Já. En en kannski, spyrjum í lokin, hver Bjartmar Leósson? Já. Þar fyrir utan? Já. Forfallin hjólanörd af veg. Ég er með skúr stútfullan af hjólum og já, elska allt sem að rúlar, reiðhjól, bílar, mótorhjól. Vinn á leikskóla og já, hvað get ég meira sagt? Leikskóla starfsmaður með reiðhjóla á stíðum, á alvarlegu stíði. Já. Og gegn samfélagshægl. Já, einmitt. Danni, ert þú með fleiri spurningar? Nei, veistu, ég bara orðin ansi góður. Já. Vilt þú loka þessu fyrir okkur? Já, þá bara höfum við þetta ekki lengri í dag. Þetta búið að vera gaman að hafa þig, Bjartmar, og bara hlökkum til að fylgjast með áfram á síðunni. Þetta orðið hansi fjölmenn síða. Þetta komið eitthvað yfir 5.000 núna. Já. Og mikið líf og fjör. Og ég sé líka, þú bætum því við kannski að það annað fólk farið að svipast líka. Það er nefnilega svo flott, sko, eins og félaginu sem búin að vera mikið á hjólasíðum. Hann að keppa á hjólum, hann alltaf að fylgjast með hjólasíðunum, sko. Og hann sagði bara eftir að þú byrjaðir, þá sá ég bara rosalega kipp í þessu. Og allir fættir að fylgjast með bara hjólinn í runna bara hjól hér og hjól þar og eitthvað. Og þannig að við erum orðin eins og svona stóru neti bara. Allir að fylgjast með, sko. Draumurinn Mér langar aðeins að tróða mér inn í til að benda á ásamt þessari frábæru síðu sem þið eru með. Þá eru allar hverfisíðurnar, hef ég tekið eftir, eins og Betra Breiðholt í Breiðholtinu og í Laugardalnum og öðrum eru líka einmitt að taka á þessu þarna. Já. Ef þið týni hjólin ykkar að þið endilega fari bæði á hjólasíðuna og síðan jafnvel hverfisíðurnar. Algjörlega. Algjörlega. Og draumurinn svolítið að þeir sem eru í þessu að það, ég sé fyrir mig svona samræður, sko, bara, við erum bara að nöfnum ykkur í hjóli. Nei, ertu brjálaður, það allir að fylgjast með þessu. Það náðist einu sinni, þeir segðu strákunni bara, dílugarnir eru hættir að taka á í hjólum. Þeir settu það bara á hold í smá tíma, því að þetta var orðið svo heitt mál, sko. Við getum alveg náð þeirri stöðu aftur og haldið henni, sko. Já, ég sá líka, bætum einu í viðbót, að þú einhvern tíma fórst með hjól sem það hefði safnað og gafst þeim í gistiskilinu, var það ekki fyrir fyrir? Já, það var Þorvaldur Danielsson, hann með starfið hjólakraftur og leifa krökkum að koma að prófa þetta sport, sko. Mjög flott starf hjá honum og hann fekk gefins ykkur 5 hjól sem hann gat ekki nota og ég var oft búin að pæli að gera þetta en þetta bara gerist aldrei og hann reið bara vaðið og gaf þetta og svona í nafni síðunar og þess sem við erum að gera allt þetta og þannig einhvern veginn náði ég í gegnum það að rosalega góðum sterkum kontakt við 2 af þessum strákum, sko. Eins og eitt sagði bara, ert þú að gera góðverk fyrir okkur? What? Og annar þeirra sá mig stúsaði þetta með þetta og stökk eitthvað til og birtist með eitthvað hjól. Já, herri, þetta lá hérna bak við vegg, þetta er örugglega stólið, þú tekur það bara. Og það myndaðist ákveðið svona traust við þetta og bara svona virðing, skiljum við. Já, einmitt. Já,
það náttúrulega það sem þarf helst, það hérna Algjörlega. gagnkvæm virðing Nefnilega, og sko. fólk sé á slæmum stað í lífinu. Akkurat, það bara mæta þeim þar sem þau eru og sína skilning og hérna, já. Já, akkurat. Ég held að það sé bara ágætis loka orðin. Við bara þökkum innilega fyrir Bjartmar og bara áfram þú og allt þitt lið. En við kveðjum úr hinni Reykjavík að sinni. Takk fyrir. All right.